daginn, ég ætla að fara eins og verkefni 9. Það er svona við ætlum að vinna svona raflagnateikningu. Við notum grunnmyndina, ég fer yfir það eftir mig betur hvern, við notum grunnmyndina úr verkefni 8 og 7 og sem grunn, en verkefnið felst þess í þess að setja upp lagnateikningu, í þessu tilfelli raflagnateikningu. Við ætlum að búa til layera, við ætlum að setja upp grunnmynd, að skoða X-ref, hvað það er, setja upp og setja inn raflagnatá, teiknum lagnir og setjum upp teikninguna á A2 blað með skýringum. Þið búið til þessa layera sem við sjáum hérna inn í grunnskjalinu sem það fylgir, þeir fylgir með grunnskjalinu innu. Þið ættu að klára að setja upp þessa layera sem eru hér. Þið ættu síðan að setja upp grunnmyndina, nota grunnmyndina á verkefni 8. Þið visti hana sem grunnmynd 1 felur húrgötnhóli, deyfið restina af teikningunni í lit 09 199,200,202, ég sýni þetta eftir, og X-refið, external reference, þá opniði grunnskrána sem fylgir með verkefninu og setið inn grunnmyndina, ég ætla að sýna þetta sérstaklega eftir, og síðan ætla ég að setja upp raflagnatá. Það eru raflagnatá í grunnskjalinu og þeir eru með fyrirmynd af raflagnateikningunni. Við bætum inn texta sem er þarna, rafmagnstöflu, fjöldi tengla og fjöldi rofa og svoleiðis. Fer yfir þetta sérstaklega. Og svo teikna ég lagnina samkvæmt fyrirmynd og það getur notað þessa camfer-skipun, við sýnum þetta líka. Nota pólunan til að teikna rörin, ekki line. Muna að íta space-takkan, það er rosalega gott að nota hann til að slökkva og kveikja skipun. Og síðan endið að setja upp teikninguna A2 blaðið með skýringum. A2 blaðið er inni í grunnskjalinu sem blokk, þið finnið það þar. Setja þetta upp í 1:50 og staðsetja þetta og svo náttúrulega lykilatriði að merkja teikningin sem er nefnið og dagsetningu. Þannig að þetta er verkefni 9 sem þið ætlum að fara að vinna í. Svo eru þannig fleiri myndbönd inni sem að sýna ferlið.